Komið þið sælir, áhorfendur góðir, velkomnir með okkur í fyrsta úrslitaleik Hauka og Fram Íslandsmeistaratitil karla í handbolta. Það verður nóg að vera hjá okkur á RÚV íþróttum í kvöld. Við fylgjumst með þessum leik hér. Að honum loknum tekur íslenski boltinn svo við. Þar sem við rennum yfir leikina í úrslitum í kvennaflokki og kíkjum á leikina í úrslitaeinvíunum í körfubolta karla og kvenna. Með mér í dag eru Kristinn Guðmundsson og Konráð Ólafsson. Velkomnir drengir. Hvernig líst ykkur svona á? Ef við tökum staðlega spurningu fyrst, hvernig líst þér á þetta einvígi? Mér líst mjög vel á það. Ég held að þetta geti orðið mjög fróðlegt og í raun og veru ógjörningur að spá fyrirfram hvernig þetta fer. Treystið þú til að spá? Nei, það nú kannski allt snutt að fara að spá í það, en það eru svona skemmtilega ólík lið, finnst mér. Framararnir hafa verið svona tryggir sínum bolta þar sem að þeir fara sér hægt sóknarlega en byggja þetta á mjög sterkri vörn og góðri markvarslu. En hafa síðan þessa svipu þar sem þeir geta refsaðir hraðaplöpum. Þannig að það er hættulegt fyrir haukamenn að keyra upp hraðan alltaf mikið en verða samt að reyna að gera það. En þeir eru aftur á móti mjög taktískir og vel samspilaðir þannig að þeir munu reyna að brjóta þessa firnasterku vörn aftur á taktíkinni, á liðsheildinni og það verður mjög gaman að fylgjast með því að sjá hvernig það tekst hjá þeim. Við skulum heyra aðeins í þjálfurum liðana, þjálfara Fram Einari Jónssoni og þjálfara Hauka Aroni Kristjánssoni. Ja, Einar, fyrsti leikur í úrslitunum á móti deildarmeistarunum á þeirra eigin heimavelli. Hvernig líst þér á þetta verkefni svona fyrirfram? Já, þetta er náttúrulega mjög stórt verkefni og erfitt og verður það, en þetta er náttúrulega bara gaman og menn er náttúrulega bara að njóta þess að vera komin í þessu aðstöðu og við bara reyna svona að gera eins mikið og gott úr þessu eins og hægt er og svo sjáum til hver útkoman svo sem verður. Þið voruð á miklu flugi svona á síðasta parti deildarinnar og hafið náðu ykkur vel á strik í úrslitakeppninni líka og unnum meðal annars Hauka með 8 mörkum undir lok deildakeppninnar, þannig að þið virðist allavega að vera á nokkuð góðu róli. Já, við erum á fínu róli, svo sem þessi leikir undir lokin á deildakeppni svo telli ekkert og skipta engu máli. Þannig að Haukalið er mjög svona, held ég, breytt bara, þó þess ekki mannskaplega sé, þá er svona, held ég, allt öðruvísi andi yfir sig á þeim, þannig að eins og ekkert að marka það, en við höfum verið á fínu róli og vonandi heldur það bara áfram, það er gott sjálfstraust í liðinu og menn eru að hafa gaman að því sem eru að gera og berjast fyrir mannstofnum og já, það er raun og veru ekkert hægt að fara fram á mikið meira. Hver verður þá ykkar leið að sigri í þessu einvígi? Baráttan ein og sér kannski dugar ekki til? Jú, en ekki bara berjast. Nei, ég meina það, þú veist, við bara erum að treysta okkur sjálfa og spila okkar leik og bara gera það sem við höfum verið að gera. Ég meina, ef það skilar ekki sigri þá bara sorry, en ég hef trú á því ef við náum fram okkar leik þá held ég að við getum minnst að stórlega ykkur leikum í semi. Hvernig er standið á mannskapnum? Er allir heilir og klárir? Já, það er bara fínt stand á mannskapnum held ég. Þjálfarinn sjálfur, búinn að jafna þig af heilahimnubólgunni? Já, nei, jú, þú veist, bara ég held ég sé bara svona álíka slæmur og ég var fyrir. En ertu búinn að jafna þig eftir kosningarnar? Já, jafna sig. Það er ekki bara tóm gleði maður. Þetta er bara mest að maður að fara á landinu. Nú er þetta bara endaleg samhengja maður, bílar og jeppar og flottar íbúðir maður. Nei, þetta er gaman að ekki sína þetta. Aron, fyrsti leikur í úrslitum. Já, svo sem staða sem að þú og Haukaliðið þekki ágætlega. Já. Þetta er bara spennandi verkefni og þetta er það sem að menn eru búin að vinna fyrir allt árið, það er að standa í þessum sporum og spila svona leiki. Hver verður ykkar lykill að sigri á framleiðinu bæði í kvöld og svo í einvíginu? Já, við þurfum þetta að finna einhverja leiði til að stoppa sóknarlínu framleiðisins. Þeir eru þetta með gríðarlega sterkir sóknarlega. Skiptuna 3 hjá þeim, Róbert, Aron, Siggi og Jói, mjög hættulegir og við þurfum að ná að stoppa þá í seinvi ef við að klára þetta. Myndu þá jafnvel fara fram á völlin því að við spila mest 5+1 vörn og 6-0 vörn. Ætlar að halda þið svona við þá uppskrift? Já, við erum með þannig við erum í þeirri stöðu bara. Við getum spila margvíslega varnir, við getum spila 5-1 vörn sem getur eiginlega verið 3-2-1 vörn líka og svo spilum við þessa 6-0 vörn og 5+1 vörn. Við notum það mikið á móti IR, 5+1 og 6-0. Á móti Fram þá held ég getum þurft að beita öllum þessum aðferðum og
í dag ætlum við að byrja svolítið aggressífir og reyna að komast í gangi í sveimi. Framararnir hafa sömuleiðis verið nokkuð stöðugir og nokkuð öflugir í sinni 3-2-1 vörn með Magnús fyrir aftan. Hverjar verða ykkar leiðir í gegnum þann múr? Já, við erum búin að reyna að finna einhverja leiðir að kljúfa það og ég held að við séum með svona lausnir sóknarlega í það. Við höfum stundum verið í vandræðum með skotin utan af velli og það þarf auðvitað í svona leikjum þá þurfa þau að vera líka fyrir hendi. Skiptin þurfa að eiga einhverja leiki til þess að geta opna vörn framleiðsins. Við erum með fínar lausnir og menn að búið að vera stígandi í okkar leik undanfarið og þannig að ég bind bara vonum við það að við leysum það. Allir heilir? Já, Gylfur er til leikbanni í dag og svo er einhverju smá hnökrar, menn eru svona aðeins mér eftir undanúrslitin. Er það ekki bara eitthvað sem menn hrist af sér fyrir úrslitaviðureign? Eymsli ætti nú ekki að stoppa neitt fyrir úrslitaleiki? Nei, verða svona þetta með einhverja smá tognanir og það vonandi kemur ekki upp að menn detta út úr því núna fyrir leik. Takk fyrir Aron. Já, ef við spáum aðeins í liðin og kannski byrjum á liði heimamanna. Vörn og markvarsla algjör lykilatriði og í rauninni aðalatriði hjá Haukum. Já, þeir eru með gríðarlega sterka 16 vörn og mjög sterka 5-1 vörn með Frey fyrir framann. Já. Þannig að að komast fram hjá þeirra vörn og þeirra varnarleik og svo markvörðunum er það sem verður vandamál framarana. Og þar spilar Jón Þorbjörn algjört lykilhlutverk í vörninni. Já, kannski þessi öxull, Jón Þorbjörn og Aron þar fyrir aftan, þeirra samvinna og hvernig Jón er að stýra vörninni. Jú, algjörlega en ég gæti alveg trúið að þeir myndi prófa 5-1 vörnina til þess að reyna að loka bæði á hann Róbert sem leita mikið inn á miðjuna og svo eru við með kvika leikmenn þarna á miðjunni sem hafa verið að koma inn og þannig að ef þeir loka miðjusvæðinu algjörlega með 5-1 þá gæti það verið svona lausnin. Það væri gaman að sjá hvort þið prófa það. Sóknarlega hafa Haukarnir, ef við erum alveg hreinskilnir, átt erfitt uppdráttar löngum köflum bæði í úrslitakeppninni og svo eiginlega eftir áramót. Já, og Haukarliðið er gríðarlega vel skipulagt og með þjálfara sem heldur rosalega sterkt utan þeirra leikskipulag. Þeir hafa hins vegar kannski átt í frekar miklum erfiðleikum með að brjóta sig út þegar andstæðingunum hefur tekist að lesa þeirra leikir og hvað þeir eru að gera og það er kannski þeirra helsti akkilesarhæll. Þeir nærast á því að komast í hraða hlaup eða seinni bylgju og klára sína sóknir þannig og svo eiga er góða rútínu, en ef þeir tekst að brjóta hann á bak aftur, þá lenda þeir í vandræðum og þeir hafa verið svona bastastæðis með þetta. Þannig að þeir þurfa svona ekstra hluti frá Elíasi hægra megin og Sigurbergur verður að stíga betur upp núna og þeir hafa Tjörva sem hefur alltaf hoggja á hnútuna, þannig að svolítið fróðlegt að sjá hvernig þetta fer. Aron talaði um þetta sama, að skipturnar þurfa að eiga góða leiki, að fá, jafnvel, ef við segjum innan gæsaleppa, ódýr mörk þegar menn lyfta sér hérna bara upp og negla fyrir utan. Já, það er alltaf plús en styrkur Hauka finnst mér vera svona þeirra taktíska spil. Þeir eru allir mér fastar ákveðin hlutverk og það virðist einhvern veginn eins og það komið maður í manns stað og þeir spila mjög kerfisbundið. Þannig að þegar einhver einn er ekki að finna sig þá kemur næsti inn og þeir keyra bara sín kerfi og það virðist bara virka. Við sáum það í síðasta leiknum á móti ÍR að þar voru kannski lykilmenn orðnir þreyttir og ekki að finna sig og það komu bara nýir og það funkeraði allt. Að því leytinu til eru rosalega vel spilandi en auðvitað þarf alltaf að fá þessi ódýru bara upp á 12 metrum á neglan í Samúel þegar hendinni komin upp það þurfa allir að hafa svoleiðis menn. Ef við kíkjum á lið framarana, Róbert Aron náttúrulega var hetjan í undanúrslitunum og í rauninni Magnús Erlendsson sömuleiðis í allri viðureigninni. Hvað það var mikilvægt að hann var heitur? Já, svo framliðið er eiginlega með leikstjórnanda sem er örfendur. Jói er eiginlega leikstjórnandi þeirra að mestu leyti, hann fær flesta stöður þar sem hann á að velja. Róbert og Siggi eru svona þeirra mestu sprengjur og mestu árásir koma frá þeim.
og svo þeir með Halla á línunni sem góður að rykka í eyður og annað, þannig að það mjög erfitt að eiga við þá og svo hafa leikmenn verið að koma inn hjá þeim sóknarlega og skipta máli og Stefán Darri hefur verið að koma þar ungu leikmaður og brjóta svolítið upp, hann hraður og skemmtilegur strákur sem að þorir og þannig að Framararnir hafa fullt af opnum og að helsta nefna þeir með rétt að manni að hægra horni sem að menn hafa verið að reyna svona að gefa færi en hann sýndi það svo sannarlega að hann í starfinu á vaxinn. Já, hann sökti F-áingu algjörlega í fjórðarleiknum. Og einu að tala þarna frábæra sendingu á norðan. Já. En þú talaður að Haukarnir myndu reyna að loka inn á miðuna fyrir Framarana. Það hefur verið svona þeirra kannski vandamáli, svo má segja, að þeir sækja ofboðslega mikið inn á miðuna. Já, það er einmitt nákvæmlega út af því að þeir eru með sko fljóta, sterka leikmenn á miðjunni maður og mann, þannig að þú stígur langt út á móti þeim, þá leysir það vandamál og þú getur náttúrulega gengið út í Jóhann og Róbert að þú ert í 5+1 ef þeir eru að sækja mikið inn á miðjuna. Þannig að þú leysir svolítið, ef þú býtir sterkar demant þar á miðjunni, þá getur þú leyst hansi mikið. Ég veit ekki hvort það tekst, ég veit ekki hvort það er byrjað en þeir eru örugglega eftir að prófa það. Ef þeir ná að brjóta þetta svolítið niður þá er svona Akkilles Framar afsakið að þeir spila ekki nógu vel saman, þeir eru alltof mikið einstaklingsframtaki finnst mér. Varnarlega, ef við kíkjum aðeins á vörnina hjá framliðinu, 3-2-1 vörnin þeirra hefur reynst mjög vel með Stefán Ballberg fyrir framann, Ægir fyrir aftan og þetta hefur svona náð að virka vel hjá þeim núna í undanförnum eða frá áramótum og allan desember líka. Já, virkilega og það er náttúrulega mjög mikilvægt fyrir þá að ná að klára sína sóknir þannig að þeir gæti stilt þessari vörn upp og það verður helsta svona baráttan í þessari viðureign svo eftir hverjir þurfa minna að standa sókn eða sem sagt þeir að klára sóknina sína með seinni bylgju eða hraðablökum og komast aftur og geta stilt upp sínu varnarliði eða þurfa menn að fara að baksa stuðar en að koma vörninni sinni inn og verið í vandræði með það. Ef að liðin á að stilla upp í vörnina sína þá verður þetta bara skák. Ef að öðru liðinu tekst að refsa í baki með góða varnarleik og keyra þá verður það í vandræðum. En ef þeir koma Ægi inn á þá þeir með hrikalega sterka 3-1 vörn meðan Magnús Gunnar gríðarlega sterkar fyrir aftan og geta þá snúið því tafli við. Ef við lítum aðeins á einhver skemmtileg einvígi í þessum leikjum, það verður náttúrulega mjög gaman að sjá hvernig Haukarnir ætla að eiga við Róbert Aron og mun hugsanlega falla í hlut Freys ef þeir spila 5+1 vörnina sína. Það gæti orðið áhugavert einvígi á milli þeirra tveggja. Já, það verður stál í stál þar og hann að skora rosalega mikið af mörkum líka bara upp í fríkasti og þannig að það er eftir að búa að brjóta á honum og þá stilt upp í fríkast en hann á eftir að mæta hann og það verður mjög forvitnilegt að sjá það einvígi. Einhver einvígi svona sem þú sér kannski blasa við hinum megin einhver. Það gæti verið áhugavert að sjá einvígi Jón Þorbjörns sem sóknamanns gegn Ægi sem er varnarmaður. Þeir eru báðir gríðarlega stórir og Jón Þorbjörn að mínu mati besti sóknarlínumæður deildarinnar þegar hann er í lagi. Það er hrikalega erfitt að eiga við hann og leikmennir í mínu liði hafa kannski hræðst hann mest á línumönnum deildarinnar. Þannig að það verður virkilega gaman að sjá þetta því að Ægir er stór og sterkur og er góður með góðan grunn og körfubolta líka til að forvinna menn. Þannig að það verður gaman að sjá þá viðureign. Já, og svo reyndar bárust okkur tíðinda því núna fyrir leika að hann ætti við einhver smávægileg meiðsli í nára að stríða og það náttúrulega þá reiðarslag fyrir Haukarna ef það annarkort versnar eða er það slæmt að hann getur ekki beitt sér að fullu. Engin spurning. Viljið þið spá fyrir þennan leik? Ég veit þið treystið ykkur ekki að spá fyrir einvíginu áðan en ef við tökum þetta í hænum skrufum, byrjum að leika eitt. Já, þetta verður bara það jafnt ef þetta spilast eins og kortin liggja þá held ég að þetta ráðist bara á markmönnunum í restina og þannig að það er eiginlega ekki hægt að spá fyrir það. Ég ávonaði að Haukarnir komi alveg rosalega hraðir og ákafir og kannski síja aðeins fram úr í byrjun en fram að þetta náðu þeim og jafnvel taki þetta restina. Kitty, ertu sammála þessu? Já, ef ekki bara vera það. Það er vonlaust að spá þetta. Þetta getur að fara alla vegu, þannig að ég held að við bara njótum þess að horfa á þetta og svo getum við kannski tjáð okkur eitthvað í hálfleik og þetta lítur eitthvað betur út fyrir okkur. Já, það hefur eitthvað úr að móða, sko. Já, þeir eru nógu óljósir núna. En við spáum aðeins í mótiveringar leikmanna og þjálfara. Báðir þjálfararnir hverfa fara frá störfum að lokna þessu einvígi og vilja væntanlega báðir kveðja með
gullmedalíu frekar en hinum málmunum sem öllum saman. Já, ég held líka bara að horfir á þjálfarana eða leikmennina, ég held að það skipti engu máli. Þó að sé nú ekkert langt síðan að Haukarnir unnu síðast titil og það er særðir eftir að við kynna henni fyrra, skilur og þeir vilja alltaf berjast um titilinn. Framar þetta er langt síðan þeir unnu síðast, þannig ég held að mótivering þjálfara og leikmanna er bara sigur vilja alveg út í gegn. Ég sé ekkert annað í stöðunni. Reynslan, það náttúrulega að Haukarnir hafa kannski meiri reynsla af því að vinna þennan titil en það eru margir hjá Frömmurunum sem hafa farið í úrslitakeppni annarkvæmt með Fram eða öðrum liðum og orðið Íslandsmeistarar. Já, ég veit ekki hvort kannski freistandi að segja Framarar séu hungraðri í sigur en þegar voru komin í úrslitina þá vilja allir vinna þannig að það gefa sér allir 110% í þetta. Það er náttúrulega ákveðin rútína í Haukum að sigra þannig að apparatið í kringum þetta á eftir að vinna alveg eins og smurvél þannig að það er margt sem að spila inn í þetta þannig að það á eftir að hjálpa þeim þannig að ég hugsa að koma allir í þetta bara alveg 110 sko. Já, annars hefur ekkert í þessi íþrótt að gera. Þetta er bara bikarinn er orðið svona ásýnd og stutt í hann og þá bara eins og Aron talaði fyrir leik, ég meina smá tóknarnir hér og þar skipta engu máli núna. Nú verður menn bara á fullu allan tíman og gefa allt sér geta og falla þá bara niður og drepast þegar geta það ekki. Og verða þá svo dregnir út af vellinum. Við skulum kíkja eldsnöggt á leikmannahópana sem að mætast hér í dag hjá heimamönnum. Sjáum við listan hér, númer 1 Aron Rafn Eðvarðsson, geysilega mikilvæg fyrir þetta lið. Sigurbergur Sveinsson, númer 11, mikilvægt fyrir Haukana að hann náði sér vel á strik líkt og Jón Þorbjörn Jóhannsson, númer 18. Sjáum hversu heitt hann er þegar að það verður flautað hér til leiks. Frammegin er í markinu Magnús Gunnar Erlendsson, alveg jafn mikilvægur fyrir Framara og Aron Rafn er hinum megin fyrir Haukana. Róbert Aron Hostert er lykilmaður sóknarlega hjá Frömmurunum. En svo er þetta nú hópíþrótt og það skipta víst allir máli en við fyrir að segja þetta gott hérna af gólfinu í bili. Sendum boltan á Adolf Inga Erlingsson sem ætlar að lýsa fyrsta leik Hauka og Fram. Já og við bíðum nú eftir að þeir kveiki ljósin hér á Ásvöllum svo við fáum að sjá leikmenn almennilega og leikurinn geti hafist. Það er komnir svona aðeins fram yfir tíman hérna Hafnfirðingar og áhorfendur streyma inn í húsið og vonandi að þeir verði sem allra flestir en það verður fín stemming hérna, það er ekki nokkur spurning um það og leikmenn heilsast núna. Nú dómarar hér í kvöld eru þeir Gísli Jóhannsson og Hafsteinn Ingibergsson. Guðjón L. Sigurðsson er eftirlitsdómari og hér er allt að verða til reiðu. Þessi lið hafa bæði unnið Íslandsmeistaratitilinn 9 sinnum en hafa farið svolítið ólíka leiðir að þessum 9 sigrum sínum því að Haukar hafa unnið 8 af sínum titlum 9 á þessari öld á meðan, eða þessu árþúsundi, á meðan Framarar unnu 8 af sínum titlum á síðustu öld og þegar þeir urðu Íslandsmeistarar árið 2006 að þá voru liðin 34 ár frá því að liðið vann 8. titilinn og þannig að það eru aðeins kominn 1 titill hjá Frömmurum í ein 40 ár og það er svolítið annað heldur en í Haukunum að vinna 8 titla á síðustu 13 árum og þeir eru svona að keyra ljósin upp hérna í höllinni. Ég vona að það taki ekki langan tíma hjá þeim. Ég er kveikjaðir og allt að verða til reiðu fyrir þennan leik en það er svolítið skemmtilegt að skoða hvernig liðin komust hingað í úrslitarímuna. Bæði unnu þau andstæðinga sína með 3 leikjum gegn 1, bæði einvígin fóru í 4 leiki. Nú bæði Haukar og Framarar unnu lokaleikinn 21-20 og ekki munaði miklu á þeim í leik númer 3. Þar unnu Haukar ÍR 25-24
á meðan Framarar unnu FH 24-23. Þannig að bæði lið vinna einsmanns sigur í 2 síðustu leikjunum. En hér er það úrslitarimman sem er hafinn, Framarar í fyrstu sókninni og uppstillingin er nákvæmlega eins og búast mátti við. Og það er Jóhann Gunnar Einarsson sem spreyti sig þarna á fyrsta skotinu en búið að brjóta á honum. Eins og búast mátti við er Sigurður Eggertsson í skiptustöðunni, í leikstjórnendastöðunni, segir Róbert Aron Hástert vinstra megin við hann og Jóhann Gunnar Einarsson hægra megin. Og síðan í vinstra horninu Stefán Baldvin Stefánsson, í hægra horninu er það síðan Ólafur Jóhann Magnússon og hér er það Jóhann Gunnar og boltinn dæmdur af honum. Já, gekk lítið hjá þeim þarna í sókninni og hér grípur hreinlega Magnús Gunnar Erlendsson þetta skot frá Tjörva Þorgeirssyni. Sá var ekki í vandræðum með það. Og Róbert Aron Hástert með furðulegt skot og mark. Róbert Aron Hástert magnaður í þessum undanhandar skotum sínum drengurinn. Skora fyrsta markið hér í kvöld og kemur Frömmurum yfir. Og þá leggja Haukarnir af stað svona í fyrstu skipulögðu sókn sína. Og þar sjáum við að Elías Már Halldórsson er í skiptustöðunni hægra megin, ekki sá hávaxnasti í bransanum. Tjörvi Þorgeirsson á miðinni, fer reyndar í skiptustöðuna núna og Sigurbergur Sveinsson kominn á miðina. Mun mæða mikið á Sigurbergi og gríðarlega mikilvægt fyrir Hauka í þessu einvígi að hann nái sér á strik. Reynir hér eitthvað með vinstri hendi en búið að dæma aukakast og sjáum það að Ægir Hrafn Jónsson, varnartröll Framara, er kominn þarna inn á. Stefán Baldvin spilar fremstur þarna í vörninni og þetta var lúmskot. Tjörvi Þorgeirsson með ekki síðra skot heldur en Róbert Aron áðan, jafnar í 1-1. Og fín byrjun á þessum leik. 2 glæsileg undirhandaskot og þá skipta þeir. Hér Haraldur Þorvarðarsson kemur inn á línuna og Ægir Hrafn fer á bekkinn og býr sig undir næstu vörn hjá Frömmurum. En þá Sigurður Eggertsson reyna að leysa inn á línuna og flott línusending hjá Róbert Aron inn á Harald Þorvarðar og hann skorar. Haraldur Þorvarðarsson með sitt fyrsta mark og kemur Frömmurum yfir og Framarar duglegir hann í vörninni. Jóhann Gunnar og þeir verða að snúa við. Róbert Aron, Jóhann aftur og reyna að koma boltanum út í hornið á Stefán Baldvin en þetta var vel gert hjá Árna Steini Steinþórsinni. Náði þarna að klóra í boltan og innkast sem Framarar eiga. Og þá kemur Haraldur aftur inn á línuna og Haukarnir í 5-1 vörn með, þetta hefur nú séð svo oft áður, Freyr Brynjarsson fremstur þarna til að trufla leikinn og Jóhann Gunnar með skot og mark. Já, Jóhann Gunnar Einarsson með sitt fyrsta mark og Framarar byrja betur. Konum með 2 marka forystu. Sigurbergur og yfir á Tjörva og Elías Már út í hornið á Árna Stein Steinþórsson og í vinstra horninu er síðan Freyr Brynjarsson að sjálfsögðu og inn á línunni síðan Jón Þorbjörn Jóhannsson, stór og sterkur og spurning hversu mikið þessi nárameiðsli munu hafa honum í kvöld. Og Sigurbergur og Sigurður kemst hérna inn í þessa sendingu, driblar fram og skorar. Bíddu nú við, hvað dæma er? Sigurbergur náði þarna að slá boltan af honum og Sigurður hélt áfram, skoraði og Gísli, já, ég veit ekki. Ég sá ekki almennilega hvort hann náði að slá í boltan eða hvort hann sló bara í höndina á Sigurði. Ef Freyr náði, það er spurning hvort hann náði að Sigurbergur segir, náði að slá þarna í boltan, að þá, ef hann sló bara í höndina, að þá náttúrulega er þetta hárrétt dæmt og hefði verið annars tvígrip. Og þá Jóhann Gunnar upp með glæsilegt mark, annað markið í röð hjá Jóhanni Gunnari Einarsinni, gríðarlega öflug skytta. Og þeir eru konum með 3 marka forystu, 4-1.
Já, ekki gott útlit fyrir deildarmeistara Hauka hérna í byrjun leiks og Framararnir mjög beittir og Aron tilbúið með spjaldið að taka leikli ef á þarf að halda og Elías Már með skot í vörnina hérna og eins og ég sagði á hann ekki sá hávaxnasti í bransanum svolítið erfitt fyrir hann að skjóta þarna yfir þennan varnarvegg fram og hér tekur Aron Kristjánsson leikli 5,5 mínúta liðin og staðan 4-1 fyrir Fram og þá þarf Aron aðeins að ræða við sína menn. Björgvin, skiptir vörn og svo. Þetta með, reysir í hotninu, settum vörn, Kári að leysa á hotninu, Elli, hann verður út, þetta með. Hér Kári að skipti, byrjum á því að þú fer alveg út, saman minni. Þú erum ykkur byrjar en að helviti sleik. Koma á, þú verður skriðað í kvartir, koma á. Og byrja, hafa Jóhanni vörn. Já, heyrðum þarna Aron messa yfir sínum mönnum og eins og hann sagði, við erum ekki búin að byrja þennan leik einu sinni og það eru orðasönnu hjá honum. Hefur ekkert gengið á fyrstu mínútonum þegar Framarar ná að stilla upp vörninni hjá sér og þeim hefur gengið afleitlega að koma skotum hreinlega á markið því Magnús Gunnar Erlendsson ekki búinn að verja nema 1 skot og samt bara búinn að fá á sig 1 mark á tæpum 6 mínútum og hér Sigurbergur með skot í skrefinu Sigurbergur Sveinsson með sitt fyrsta mark eins og ég sagði á hann mun mikið mæða á honum í kvöld og í þessu einvígi bara almennt helsta ógnið þeirra fyrir utan og hann náttúrulega, Sigurbergur ekki alveg sami leikmaður og hann var áður en hann sleit krossband í hné og ekki búinn að ná fullum styrk síðan. Var náttúrulega yfirburðamaður hérna í deildinni áður en það gerist og hér Aron Rapp auðveldlega skot frá Róberti Aron nafna sínum og Haukar geta núna minnkað muninn og verða að hægja á, Framarar fljótið tilbaka. Það náttúrulega sjónarspilti fyrir Hauka að vera án Gylfa Gylfasonar hornamanns sem að getur rétt eins og Elías Már spila bæði í skiptinu og horninu og hér Sigurbergur upp með skot framhjá. Þá Jóhann Gunnar setur á ferð og Sigurður með skot í vörnina og það aukakast. Jón Þorbjörn ekki í vandræðum með að taka þetta skot frá Sigurði Eggertssyni en búið að dæma aukakast og Sigurður fer út af og inn á kemur Sigfús Páll Sigfússon. Það nú annar snarpur og lipur leikmaður og eitthvað hefur Sigurður meiðst hana, það verið að huga á honum á vegna að búningur rifnaði á. Það þarf að teipa, það ekki Siggi sjálfur sem þarf að teipa gleðigjafinn heldur það búningurinn hans. Og þá Jóhann Gunnar með flotta línusendingu Haraldur í gegn og hann skorar. Haraldur Þorvarðarsson með annað markið sitt. Aftur 3 marka munur. Jón Þorbjörn út í hornið og óheppinn þarna Freyr með skot í stöngina. Já, Freyr Brynjarsson ekki með heppnina með sér þarna. Jón Þorbjörn bjó til ágætisfæri fyrir hann en skotið í innanverða stöng og þá koma Framarar, Haraldur inn á línuna, Sigfús og Haukarnir eitthvað búin að breyta vörninni hjá sér og aftur flott línusending inn á Harald en Aron Rapp frá honum, tekur annað skoti sitt í leiknum og Sigurbergur með skot og Jóhann Gunnar með flotta vörn. Já, Jóhann
Jóhann Gunnar sterkur þarna í vörninni og Ægir Hrafn búinn að skipta inn á. Náðu þarna að skipta milli varnar og sóknar sem Páll fer út af. Og þeir spila náðast 4-2 núna vörn þar sem að Róbert Aron kemur vel út á móti ásamt Stefáni Baldvin. Og hvað er hér? Gult spjald á Ægir Hrafn. Hann vil nú meina að Sigurbergur hafi farið með olnbogann á undan sér, kvartað undan því. En Sigurbergur fékk hérna aukakast og gult spjald á Ægir Hrafn. Og ég já, ekki gekk þetta hjá Elíasi. Magnús Gunnar ekki í vandræðum með að verja þetta skot. Og Framarar fá þá tækifæri til að komast 4 mörkum yfir. Þeim liggur ekkert á, stilla hér upp í rólegheitum, Sigurður Páll kemur inn á aftur og Haraldur skipta 2 mönnum milli varnar og sóknar. Og Sigfús, Róbert Aron, Haukarnir komnir hér langt út á móti núna í vörninni og Jóhann Gunnar reynir að losa sig og Stefán Baldvin og aukakast. Já, Jón Þorbjörn fær gult spjald. Ekki alveg sáttu við þetta en Stefán Baldvin, það leit nú ekki vel út hvernig hann féll við þarna en þá Sigfús, Jóhann, Sigfús aftur og Róbert. Hvað ætlaði þeir að spila núna? Róbert og Jóhann, það er lítill hraði í þessu hjá þeim og þá Róbert alltaf upp með skot sem Aron Hrafn ver í slána. 3. skoti hjá Aroni og Haukarnir koma fulla ferð, nei, Jóhann Gunnar vinnur boltan að þeim og nei, sendingin misheppnuð hjá honum yfir á Ólaf Jóhann og dæmt tvígrip á hann síðan. Ja, mikil. Það eru mörg mistök sem leikmenn gera núna, beggja liða og taugaspennan auðsjónlega talsvert mikil og Jæja, þá leggja Haukarnir af stað í sóknina og Elías Már og yfir Árna Stein og Tjörfi á miðunni. Og þá leysir Árni Steinn inn á línuna og sendingin misheppnuð þarna hjá Haukum. Árni Steinn leysti inn úr horninu, reyndu þarna að rugla talninguna í vörninni hjá Frömmurum og þá koma Framarar, Róbert Aron og þá Sigurður kominn aftur til að stjórna leiknum á miðjunni. Sigfús Páll kominn á bekkinn og nei, Jóhann Gunnar með skot í Harald Torfarar en Sigurður nær boltanum og Sigurður aftur með lúmst skot í stöngina, Aron Hrafn og inn. Sigurður Eggertsson kominn með sitt fyrsta mark. 6-2. 4. markamunur og Haukar eru aðeins búin að skora 2 mörk á fyrstu 12 mínútonum hérna á heimavelli. Það er verulegt áhyggjuefni fyrir þá og þá fer Sigurbergur Sveinsson út af og Adam Haukur Bámrúk kemur inn á í hans stað. Pappan stendur nú breiður herðarnar í dýragettin og fylgist með stráknum. Petur Bámrúk, góðsögn hérna á Ásvöllum og einhver mestu Haukamaður söguna bara. Frábær leikmaður jafnt í vörnsins sem var á sínum tíma valinn íþróttamaður ársins í Tékkóslóvakíu gömlu. Og þá Tjörfi, Elías og hendi boltanum út af. Já, Adam náði boltanum ekki hana, Elías með misheppnaða sendingu og en sýrtir í álinn hjá Haukum. Í Framarar geta núna náð 5 marka fórustu. Sigurður, Jóhann, Sigurður
Og nú það Tjörvi Þorgeirsson sem fremstur í vörninni hjá þeim og Róbert Aron reynir að losa sig hérna. Dæmt aukakast. Já, Gísli með þetta á hreinu. Það var náttúrulega brotið á Róberti þarna í loftinu. Og já, Jóhann, Sigurður. Og Sigurður ríkur hérna inn í vörnina með misefnaða sendingu. Jón Þorbjörn nær boltanum, síðan Freyr. Jón Þorbjörn aftur og eitthvað hik á honum og þeir dæma skref. Ég nú ekki alveg viss það, en sendingi fram á Sigurð og hann skorar. Jóhann Gunnar Einarsson með frábæra sendingu fram á Sigurð Eggertsson sem skora annað markið sitt í röð og staðan orðin 7-2 fyrir Fram. Já, hörmuleg byrjun hjá Haukum. Þetta lítur ekki vel út fyrir heimamenn. 14 mínútur og 2 mörk komin hjá þeim. Áðan voru það 12 mínútur og 2 mörk. Og hér það Adam Baumrock og hann með skott og mark. Sá fastur. Adam Haukur Baumrock. Og hugsa ykkur, Petur Baumrock kallinn, hann svo mikill haukamaður, hann skýrði strákinn í höfuð á félaginu. Adam Haukur Baumrock. 7-3 og þá Sigfús Páll kominn inn á aftur og enn verið að reyna að tjasla saman treyjunni hjá Sigurði og Jóhann aftur. Róbert Aron með flotta línusendingu þarna en búið að dæma á eitthvað brot þarna þegar Haraldur forvarður að fær boltan. Þarna var Hafsteinn dómari kannski full fljótur á sér. Allavega fannst Haraldi það, vildi fá að skora. Róbert, Sigfús og Jóhann Gunnar og honum skellt í gólfið og 2 mínútur á Svein Þorgeirsson. Fyrsta brottvísunin í leiknum. Fyrsta brottvísun þessa leiks. Haukar einum færri eins og þeir máttu nú við því og 4 mörkum undir. Þá að sjá hvernig Framar ætlaði að nýta liðsmuninn. Jóhann Gunnar, já, þeir opna hornið og inn fer Ólafur Jóhann Magnússon og skora sitt fyrsta mark. 8-3 og þetta nánast kennslustund í því hvernig á að nýta sér liðsmunn. Það að stimpla, opna hornin og ef það gengur ekki þá bara fara í hinn áttina og haldi áfram til eitthvað opnast og þeir skipta markvörn. Gídrius Morgunas kemur inn á í markauka. Aron Rafn Eðvarsson búinn að verja 3 skot en þá það Elías Már og síðan Adam Haukur, Elías aftur og Tjörvi reyna að rífa sig lausan og hér ver Magnús Gunnar Erlendsson tekur hér 3. skotið sitt. Varði þetta frá, það var Árni Steinn Steinþórsson sem átti þetta skot. Elías kominn í horni, Árni Steinn í skiptuna og Haukarnir einum færri en þá, næstu 40 sekúndurnar og Magnús ver aftur. Tekur þetta skot frá Tjörva Þorgeirssoni og Magnús Gunnar komið með 4 skot. Munar nú ekki miklu á markvörslunni, 4 á móti 3. Það sýnir bara að Framarar hafa komið mun fleiri skotum á markið heldur en Haukarnir. Sigfús og Jóhann Gunnar og brotið á honum. Róbert, Sigfús, Jóhann með línusendinguna og Gídrius með frábæra markvörslu. Tók þetta skot frá Haraldi Þorvarðarsyni. Þetta það sem Haraldur þarf aðeins að laga hjá sér. Markverðinir eru búin að taka 2 skot núna frá honum úr svona opnum færum. Haraldur búin að skora 2 mörk og síðan 2 svona varinn frá honum. Það ekki nema 50% nýting og maður vill sjá aðeins betri nýtingu hjá línumönnum.
En hann lunginn við að koma sér í færin og opna, eða finna sér svæði á línunni. Og hér Tjörvi, rífur sér lausan og Adam og nei, þetta gengur ekki á Haukunum, komum við fullskipa lið. En sjáu þið dugnaðinn í vörninni hjá Frömmurum. Rosaleg vinnsla og barátta og Haukarnir hreinlega þeir sjá varla á markið. Hotkast og það að koma leiktöf. Tjörvi reynir að rífa sér lausan, Róbert vinnur boltan. Flott vörn þarna hjá Frömmurum og þeir hægja á. Þeim liggur ekkert á, þeir eru með 5 marka forystu og það eru liðnar 18 mínútur og Haukar eru búin að skora 3 mörk. Það mark á 6 mínúna fresti og hér fær Aron, þjálfari Hauka og landsliðsþjálfari, fær hér gula spjaldið fyrir að tjá sig eitthvað. Aron Kristjánsson ekki sáttur, sjá hér neglur, en og ekki skrítið, það gengur ekkert hjá hans mönnum. Þetta alveg skelfilegt hjá hann náttúrulega með 3 mörk skoruð á tæpum 90 mínútum, en hér vinnaði boltan og Freyr og hér loks að skora. Það Árni Steinn Steinþórsson með sitt fyrsta mark, 8-4. Já, vel gert þarna hjá Haukunum, unnu boltan í vörninni, Matthías Árni Ingimarsson sem gerði það. Og ég sýnist þeir ætla að detta núna aftur í 6-0 vörn bara og með alla stærstu mennina sína inn á miðinni og reyna að stöðva línusendinguna á Harald með því að fara aftur í 6-0. Það búið að frekar opin leið inn á línuna og síðan náttúrulega verða að vera duglegir að ganga út á móti skyttunum. Aftur opnast fyrir línuna, glæsilega gert. Jón Arnar Jónsson sem var kominn inn á þarna fyrir Róbert Aron með flotta línusendingu á Harald Þorvarðar og nú nýtti hann færið. Haraldur Þorvarðar skorar hér 3. markið sitt, 9-4. Aftur 5 marka forysta. Hann brosir. Búinn að skora 3 mörk, búinn að fá 5 dauðafæri og er nóg að gera hjá honum á línunni. Og þarna opnaðist, þótt Haukarnir séu dottnir aftur í 6-0 vörn. Sjálfsagt fyrst og fremst til þess að loka þessari leið inn á línuna. En þá Tjörvi, Adam, og hann með skott og skorar. Adam Haukur Bámrók með annað markið sitt. Hann gríðarlega fasturist strákur. 9-5. Og pappans með krosslaðar hendur fyrir aftan ritaraborðið, fylgist stoltur með stráknum. Öflugur kallinn maður stendur þarna og einhver magnaðasti leikmaður sem Haukar hafa átt. Og hér ver Gídríus, tekur þetta skot frá Jóhanni og hraðuplaup og þeir eru fljótir að þessu Haukarnir. Brynjólfur Snær Brynjólfsson, glæsilegt hraðuplaup. Gídríus Morgunas með annað skotið sitt varið. Og þetta náttúrulega það sem beittasta vopn Hauka og hefur verið í mörg ár. Vörn, markvarsla og hraðuplaup. Þeir eru gríðarlega fljótir fram þegar þeir fá tækifæri til. Og hvað gerist hér? Haukarnir, þeir vinna boltan. Frábær barátta þarna. Jón Þorbjörn kasta sér á hann. Og allt í einu, allt annað yfirbragð yfir Haukaliðinu. Það eins og einhver baráttuneisti og áræðni hafi fæðist þarna og þeir geta minnka munin núna í 2 mörk. 9-6. Og Tjörvi, Adam, Freyr leysir inn á línuna og Jón Þorbjörn kemur inn út, fer aftur inn á línuna. Freyr að rífa sér lausan þar
og þá, já, ekki gegn. Þetta nú alveg hjá Árnasteini með skot í vörnina. Stefán Baldvin öflugur hérna og þá Adam Haukur og Tjörvi, það er að koma leiktöf. Tjörvi, þeir verða að gera eitthvað núna. Adam upp með skot og nú ver Magnús Gunnar Erlendsson tekur 5. skotið sitt. Náði þarna verja frá Adam sem var nokkuð aðþrengdur, varð að taka skotið. Það var að koma leiktöf og Sigurður Eggertsson kemur boltanum hérna út á Róbert Aron og núna Stefán Darri Þórsson kominn í skiptustöðuna hægra megin. Jóhann Gunnar fær aðeins að hvíla, Stefán og Adam Haukur Bámrók fer hér í Sigurð Eggertsson og fær 2 mínútur og gamli jaxli pappas hristir höfuðið, stendur hér og horfir. Hann fékk nú nokkrum sinnum 2 mínútna brottvísanir á sínum ferli, eitt svo alharðast í vörninni og hér strákurinn farin í skammakrókinn í 2 mínútur. Haukar einum færri í annarsinn í leiknum. Hér sjáum við Bámrók gamla. Ekki sáttur við þessa dómgæslu kallinn. Hann fór nú oft út af fyrir meiri sakir heldur en þetta. Og hér frábært mark hjá Sigurði Eggertsssyni. 3. markið hans. Þóttist ætla að gefa hann og síðan lætur hann bara ríða af. Og fyrsta mark Framara hér í nokkra mínútur. Kemur þeim 4 mörkum yfir. 10-6. Og Haukarnir einu færri, þá leysir Freyr inn á línuna. Og já, þeir eru komni allt í einu báðir hornamennir. Ég veit ekki alveg hvort að það sé það sem á að gerast. Þeir eru einu færri. En Tjörvi, hann reynir að rífa sig lausan og dæmt aukakast. Já, láta hann vera þó annar línumaðurinn leysi inn, þeir eru einu færi og hér Freyr gerir það aftur og þá opnast hornið hinum megin og Brynjólfur Snær Brynjólfsson fyrir gegn og skorar annað markið sitt. 10-7 og gríðarleg breidd í Haukaliðinu. Það nánast sama hver settur inn á. Þeir kunna þetta og geta þetta og Jóhann Gunnar Freyr hangir hérna í honum og dæmt aukakast. Haukarnir ennþá einum færri næstu 20 sekúndurnar. Jóhann og þetta var í stöngina. Jón Arnar Jónsson óheppinn hérna. Setti þetta skot í innanverða stöngina og Haukar leggja af stað. Þeir eru með fullskipað lið núna. Já, núna fá þeir fullskipað lið og þá kemur inn á hjá þeim Þórður Rafn Guðmundsson fer í hornið, hávaxinn mjög og Aron Kristjánsson, hann rúllar vel á sínu liði. Leyfir mönnum að hvílast og breyta sig og sitt á hvað og nýtir mjög vel hópinn sem hann með. Elías kominn hérna í skiptustöðuna eins og hann var áðan og þá Tjörvi með skot í vörnina og Magnús ver þetta síðan. Já, Magnús fær skráð skot varið. Þetta var nú orðið farið mestu krafturinn úr því þegar boltinn kom til hans. 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 3 marka munur, 10-7. Og Framarar algjörlega búnir að hafa undirtökin hér í fyrri hálfleik. Hefur getað verið með meiri forystu. Jóhann, Sigurður, Stefán Baldvin, Sigurður, sjá við barðuninn á línni þar sem Haraldur Þórðar reynir að lossi. Sigurður með skot í vörnina og nær boltanum aftur og fær aukakastið. 2 Haukar sem hnoðuðust þarna á honum og þá tekur Einar Jónsson leikhlé. Fannst ganga illa þarna í
vörninni, nei sókninni segi ég, og mat svo að þetta væri rétt að tækifæri til að taka leikhlé. Okkur vantar eina sendingu í viðbót í sóknarleiknum. Eina. Hvað var taka? Þakar, Halli, þú tekur fríkastið, leikum milli 3-3. Já, Robby út á miðjunni. Í fríkastinu núna, Robby leikur, Siggi kemur árás, og við varum að ná bandunni. Ok, og bara fimma, bara ekki fimma, við erum beint í fimmu. Kemur að flegi ferð, ef það er færið, þá tekur það. Jói, kemur í klippinguna, helst bara til að feika. Þannig að Robby bara neglir hann, ef það er færið. Ok, hei, út á miðjunni. Herru, keyrum hann að 7B áfram. Nei, áfram þessa baráttu maður. Við erum skýrsa með þetta. Ja, skemmtilegt að sjá þegar Róbert Aron Horsten spurði, er ég þá komin á miðjuna? Það er svona betra að vita hvar hann á að vera þegar þetta kerfið er tekið. Það fer að koma leiktöf, þannig að þeir hafa ekki langan tíma. Og þá er að sjá, Róbert Aron á að taka skoti ef hann fær færið, en flott vörn þarna hjá Haukunum. Og Framar að stilla upp aftur, Sigurður og Jóhann Gunnar, og hann skorar! Jóhann Gunnar Einarsson með 3. markið sitt. Hann, Sigurður Eggertsson og Haraldur Þórðarsson, allir konum með 3 mörk. Og þegar leiðin reyndist ekki greið yfir vörnina, þá var bara að taka undirhandaskot, skjóta lágt. Og Tjörvi, Elías Már, Tjörvi, og hann leysir inn á línuna. Og þá fer Sigurbergur inn í vörnina og fær aukakast. Framar ekki ennþá mist mann út af því. Og Tjörvi, nei segi ég, Sigurbergur með glæsilegt mark. Tók boltan þarna í loftinu og lét vaða. 11-8. Annar markið hans Sigurbergs. Og þetta er nú maður sem að lék sér ofta því að skora 10 mörk í leik eða svo áður en hann meiddist. Jóhann Gunnar og Róbert Aron, hálf eitthvað styrpusalegt hjá Framurinn núna. Róbert með skot í slána í stöngina og Haraldur í baráttunni þarna, en það er dæmdur fótur á Hauka. Ja, fór þarna í Matthías Árna Ingimarsson. Og á Jóhann Sigurður og reynir að koma boltanum inn á Harald, það gengur ekki. Haukarnir geta minnka muni núna í 2 mörk og hafa 1,5 mínútu fram að leikliði. Spurning hvort þeir eru að taka stuttasókn og freista þess að fá boltan aftur eða bara hanga á honum sem allra lengst. Og Sigurbergur með skot í skrifinu og Magnús Gunnar tekur hér 7. skotið sitt. Og þá Róbert Aron. En nei, fín vörn þarna hjá Sigurbergi, kom og stöðvaði hann. Og þá hafa Framarar 50 sekúndur. Skynsemi hjá þeim væri núna að hanga á boltanum og fiska nokkur aukaköst og taka skot á síðustu 10 sekúndunum. Þeir hafa ekki leikhlé til að taka. Jóhann og Róbert Aron missir boltan. Haraldur nær honum en það er dæmt lína á hann. Dæmt lína á Harald Þorvarðar og þá hafa Haukarnir 20 sekúndur. Og Tjörvi en broti á honum og Róbert Aron fær áminningu. Tíminn líður, 10 sekúndur og þá stöðva þeir klukkuna. Það er aðeins að þurrka hér svita á gólfinu. Ná Haukar að minnka munin í 2 mörk hér fyrir leiklið. Þeir hafa 10 sekúndur til þess. Tjörvi og Elías Már, Tjörvi aftur, Sigurbergur.
og koma boltan minn á Jón Þórbjörn og það dæmt aukakast og leiktíminn liðinn, aðeins aukakastið eftir og það aðeins út á vinstri vangnum og Sigurbergur reynir allavega ekki að skjóta yfir Ægi. Það alveg ljóst en ég myndi nú setja hann í miðjavörnina en Róbert Aron nú ekkert lítill heldur þarna við hliðina á honum og hann neglir í vörnina. Það sjálfsögðu 3 marka munur í hálfleik 11-8 eftir að Framarar höfðu mest náð 5 marka forystu 9-4 en 3 mörk skilja liðina í hálfleik og Einar Örn ekki alveg kominn með viðmælanda ennþá nú aðeins að hinkra eftir þeim og mér sýnist Óskar Ármannsson, aðstoðarþjálfari Hauka, skunda til hans og þá held ég að við ættum að heyra hvað þeir hafa að segja. Óskar, 11-8 í leikli, sóknarleikurinn engan veginn gengið sem skildi? Nei, mér finnst spennustigið vera kannski full hátt hjá sömu leikmönnum. Við erum svona með óðagott og erum ekki að vanda okkur og margar sendingar, forgörðum, skot. Við erum að sækja ómikið inn á miðjuna. Þannig að við þurfum aðeins að stilla þetta og reyna að sækja meira utanvert og fá svona meiri fjölbreytni í þetta. Aggressíva vörnin ykkar í upphafi leiks var eiginlega bara eins og gatasikt. Þið lendu 7-2 undir og svo hafið þið svona aðeins náð að finna meiri stöðuleika. Já, sko við lögðum upp með 5-1 og við vorum ekki að spila þetta eins og við ætluðum okkur. Við vorum að gera allt og mikið að einstaklingsfeilum en bara vorum ekki klárað það sem átt að gera og við breytum þá strax bara í 6-0 og það hefur verið svona byggjast aðeins upp góð vörn þar. En eru þið þá búin að gefa 5 vörnina upp á bátinn í dag allavega? Já, ég veit ekkert það. Við erum svona vanir að breiðast tiltölulega fljótt við en við sjáum bara til. Hver verða aðal áherslurnar ykkar fyrir seinni hálfleikinn? Þið þurfa að vinna upp svolítið forskot. Já, það eru 3 mörk og það nú aðalega bara að halda köldum haus og að halda bara áfram. Ég meina, það alveg vita mála þessi einvígi að það kemur ýmislegt upp á. Þetta gengur ekki vandamálalaust fyrir sig. Þannig að menn verða bara að halda köldum haus og spila og við erum að finna það sem við lögðum upp með. Takk fyrir þetta, Óskar. Þá erum við næst í Daða Hafþórsinni, aðstoðarþjálfara Framliðsins. Já, Daði, fyrsta korterið var náttúrulega bara í rauninni gekk allt upp hjá ykkur, 7-2 yfir, svo hefur svona aðeins kannski komið bakslag. Já, við byrjuðum og komum bara vel einbeittir í leikinn og spiluðum nákvæmlega eins og við ætluðum að spila, það er að segja langa sóknir og hörkuvörn. En svo svona fórum við aðeins að stytta sóknirnar okkar, ótímabær skot og þeir refsa okkur með einhverju 2 hraðaplöpum og þá er forystan fljót að fara. Þannig að við þurfum að halda í það konsept að spila leiðilegan bolta. Já, leiðilegan er árangursrík, en þið náðu, held ég að fyrstu 8 mörkunum var bara 1 mark sem hafði komið í rauninni utan af velli. Þið voru að opna vörnina hjá Haukunum eiginlega í hverri sókn. Jú, við erum með gott lið og þegar við erum að spila saman sem lið þá erum við bara erfitt að ráða við okkur og við þurfum bara að halda í það allan leikinn. Varnarlega, þið eru búin að fá okkur 8 mörk, þið getur svo sem ekki verið ónað með það. Nei, vörnin er búin að vera mjög góð allan fyrir áleikinn og við fengið kannski 1-2 mörk sem ég hefði viljað sjá Magga kannski taka í markinu en það er ekkert að kvart yfir þessu, ekki neitt. Eitthvað sem þú hefur einhverjar sérstakar áhyggjur af fyrir seinni hálfleikinn frekar en eitthvað annað? Nei, sjálfum sér ekki. Við þurfum bara að halda haus og halda í okkar konsept og spila okkar bolta og þá eigum við að fara langt með þetta en þetta er bara fyrir áleikur og það er nóg eftir. Takk fyrir það, Daði. Akkurat eins og Daði sagði, þá er þetta bara fyrri hálfleikur, seinni hálfleikurinn og svo hugsanlega framlengingar og vítakeppni ef af verður allt saman eftir augnablikkspásu.